Komiði sæl og blessuð. Hver hann, þessi hæverski maður með miklu húfuna og þetta stóra nafn, Þór Saari? Hann ættaður úr Vestmannaeyjum og frá Heiðarbæ á Síðu. Hámenntaður ráðgjafi hjá alþjóðastofnunum árabil og alinn upp bæði vestanhafs og austan. Þingmaðurinn hefur orðið. Ég fæddur á Florida, já, Miami. Og móðir mín giftist Ameríkana, eða hann var bandarískur ríkisborgari, fæddur í Finnlandi að vísu. Og starfaði hérna hjá fyrsta flugfélaginu sem var að fljúga hérna yfir Atlantshafið frá Bandaríkjunum. American Overseas Airlines. Og flutti með honum til Bandaríkjanna og þar fæddust við á Miami Beach, sem var nú ekki það Miami sem til í dag, en vorum þar í 6 ár, eða þangað til að ég var 6 ára. Þú og eldri systirin? Ég og eldri systir mín, og þá flyttum við heim til Íslands. Þannig að þetta sem sagt finnst amerískt, íslenskt ættartré? Já, sem sagt afi minn og amma voru finnsk í föðurættin. Og það þaðan sem Saari nafnið kemur? Þaðan sem Saari nafnið kemur, og mjög algengt nafn í Finnlandi. Kommi? Já, hann var það sem kallað sósíaldemókrat og sem sagt, það var í Finnlandi á þeim tíma. Þetta var þegar byltingin í Rússlandi var að gangi yfir og þá var heimsstyrjöld í Evrópu og það sem gerðist í Finnlandi var að auðugir landeigendur og bændur, mestu leyti svona sænsk yfirstétt, seldi öll matvæli úr landi til Evrópu því að það fékkst miklu hærra verð fyrir matvælin í stríðshrjáðri Evrópu heldur en í Finnlandi. Gerði það að verkum að fólk, venjulegi Finnar, áttu ekki til hnífs og skeiðar og voru bara hungraðir. Og þetta náttúrulega eldiviður í byltingu. Ef eitthvað eldiviður í byltingu þá það að þú getur ekki brauðfætt börnin þín og fjölskylduna. Og afi minn var rakari, var með rakarastofu. En í kjallaranum á rakarastofunni var einhvers konar svona miðstöð fyrir vopnasmygl frá bolsevikunum í Rússlandi til sósíaldemókratana í Finnlandi sem gripu svo til vopna gegn aðlinum og það var þar borgarastyrjöld sem var mjög blóðug og svona, ef maður kalla það kannski bara hefðbundna borgarastyrjöld, þar sem almenningur rís upp gegn yfirstétt. Það endaði náttúrulega með því að svokallaðir hvítliðar í Finnlandi höfðu sigur í borgarastríðinu og afi minn var einn af þúsundum sem var handtekinn og bara tekinn af lífi í fjölda aftökum í kjölfarið. Já. Og bara henti í einhverja fjöldagröf? Henti í fjöldagröf, það veit enginn hvar hann endaði. Og eftir það flutti þá sem sagt amma mín með föður minn sem var þá, hann hefur verið 30 ára. Flúði? Flúði bara til Bandaríkjanna og sagðist aldrei ætla að koma aftur til Finnlands. Þegar foreldrar Þórs, þau Lee Saari og Rannveig Steingrímsdóttir kynntust og þegar þau voru að draga sig saman, þurfti hún iðulega að skríða út glugga heima hjá sér til að geta komist á ball á borginni að hitta kærastan. Leyfi til slíks hefði hvort sem aldrei fengist hjá mömmu og pappa, frekar en fyrir daginn. En svo hann sem sagt sendur til Evrópu og var þarna í innrásinni í Normandí þegar hún var og tók þátt í þeim hildarleik öllum, labbaði svo hálfa leiðina til Berlínar og náttúrulega kom ekki heill út úr því frekar heldur en nokkrir aðrir sem að taka þátt í styrjöldum. Menn tala oft að það séu sigurvegarar í styrjöldum, En staðreyndin nú sú að allir sem að taka þátt í stríði koma frá því meira og minna bara í klessu. Þór bóndi í sér og reyndar fyrir sjómaður líka og heldur hænur, landnámshænur, sem eru hver annarri þrífalegri og svo myndalegan hana til að gera hænunum til góða. Það engin fyrirhöfn í þessu, ég meina maður bara setur mat í dallinn og vatn í hinn, svona 3 vikna fresti og svo bara aðalatriðið að opna á morgnana og þá fara þær hérna út, svo fara þær alltaf inn klukkan 6:30. Á veturna það byrjar að rökkva, en á sumrin, þú getur stillt klukkuna klukkan 6:30, þá fara þær inn. Þannig að jú, það gaman að þessu. Hanarnir sérstaklega eru náttúrulega skemmtilegir, hann náttúrulega byrjar að gala klukkan 4:30 á morgnana.
Þannig að það eins gott að hann sé lokað, því annars vekur hann alla hérna. Eru þær að verpa þokkalega hjá þér? Já, já, þær verpa ágætlega. Sko, Er það ekki? 2 egg. Já. Það borga leigu, eins og maðurinn sagði. Er það ekki? Jú, jú. Heyrðu, þú ert með öll eggin í sömu körfunni? Já, já, svo bara... Þetta flokkast nú ekki sem lífrænt samt því að það má ekki gefa þeim sko fóður, sem sagt afkipt fóður. Já. Þó það sé hreint. En þetta eru samt miklu betri egg, þetta er allt annað, allt önnur vara. Þór fór ungur til sjós og var á skipum Eimskipafélagsins í mörg ár og sigldi öll heimsins höf. Það var oft slarksamt borð í frökturunum og smá saman kom í ljós að hann réð ekki við þann gamla fjanda Bakkus. Maður bara svona byrjaði að gutla ungur og það vafði upp á sig. Sjómaður? Já, já, fraktara og náttúrulega nóg til af ódýru áfengi og bjór. Það var nú bjór bannaður á Íslandi, það þótti nú. Flott. Já, 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 bjórkassi opnaði allar dyr, það var alveg sama hvað það var. Jú, svo bara fékk maður nóg af því og hérna. Fórst í meðferð? Fór í meðferð og það gengi bara vel síðan. Og svo það álverið hérna bara beint fyrir fram að stofugluggann hjá þér? Já, það heitir að vísu, á þessu heimili heitir það helvítis álverið en ekki álverið, en það er nú sko mörgu leyti ágætt að hafa það þarna. Þetta brýtur svona upp fallega Reykjanesskagann og